Lúxusborgari og piparosta baconborgari. Netto, þar sem grillveislan byrjar. Komið sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesjamagasín, sjónvarps Víkurfrétta. Það búið að vera mikið fjör að undanförnu hér á Suðurnesjum og ekki síst í Reykjanesbæ. Ljósanótt ný yfirstaðinn og við vorum að sjálfsögðu þar mjög öflug að venju hér á Víkurfréttum. Við ætlum að sýna ykkur nokkuð brot, skemmtileg brot frá Ljósanótt 2017. Við förum líka og hittum skemmtilega kappa eftir Hermu og Orginal. Við segjum ykkur síðar frá því. En við skoðum líka samgöngumál á Suðurnesjum sem hafa verið ofarlega í umræðunni undanfarna mánuði. Við erum í kjötsúpunni hjá Skólamat og við erum búin að hitta hérna þrjár, hér mæðgur allavega, Una Kristín. Hún mammans Arnórs Inga, knattspyrnumanns, landsliðsmanns sem að fara að keppa helgina. Ég spurði þig fyrst, hvernig kjötsúpan? Hún alveg dásaleg, mjög góð. Vilja manni vel. Það ekki? Jú. Og hvernig spennan fyrir morgundaginn? Fyrir ljósanóttinu? Já, og landsleiknum? Bara mjög góð. Þetta bara góð blanda. Já. Maður kemur hérna niður í bæ og skemmtir sér og fer svo heim og horfir á leikinn og kemur svo bara aftur. En hvernig að vera búin að svona tapa drengnum svolítið til útlanda? Já, það svolítið sérstakt, en lífið tekur við, þannig að þá bara fólki manns bara stígur sín spor út í lífið, þannig að við náum að fylgjast með bara á Facebook og svona á þessum samfélagsmiðlum og líka bara í tölvunni og erum duglega að kíkja á hann. Hann var í Austurríki, núna komið til Grikklands, hvernig líst þér á það? Mér líst bara vel á það. Hún líður mjög vel þarna og þarna eru Svíar sem tengir hann við sænskuna og hann að halda henni við og honum líður bara afskaplega vel. Glæsilegt. En fótbolta amman, hvað segir hún? Ég er voðalega hreykin. Hreykin? Jú. En hvernig kjötsúpan? Hún bara krassandi. Er hún góð? Já, hún mjög góð. Hún alveg eins og ég hefði gert hana. Er þetta svona mömmu kjötsúpa? Já, þetta Eða ömmu? Já, ömmu. Já. Bara njótið vel, takk fyrir spjallið. Já, takk. Og hérna er hann Axel Jónsson sem náttúrulega höfuðpaurinn, aðalgæinn hjá Skólamat og svona þekktasti veitingamaðurinn á Suðurnesjum svona til áratuga. Axel, þetta svona, hvað, er þetta 10. eða 11. árið með kjötsúpu hérna niðri í bæ? Á Ljósanótt? Ég held að þetta sé 11. og 12. árið. Já, 11. og 12. Já. Er alltaf sama uppskriftin? Alltaf sama góða uppskriftin og ég að tala hérna með fólk og sem að koma og það segir, veit þið það, að oft hefur hún verið góð eins og ég sagði fyrra en hún versnar ekki, hún batnar. En er ekki erfitt að toppa sig svona ár eftir ár? Já, nei, við þurfum ekkert að toppa okkur. Við höfum þetta jafnt gott ár eftir ár og ef fólki veit, þetta svipapalli og með pulsuvagnin í Reykjavík. Maður gengur að því og það hugurinn búinn að segja menni hvernig bragðið og ef það klikkar þá verður maður verið gríðarlegum vonbrigðum. Það sama með súpuna. Maður hefur hún eins, veist að hverju gengur og þér finnst þetta gott. Ok, þá ætlum ég að koma hérna með einu svona erfiða spurningu fyrir. Hver er lykillinn að góðri kjötsúpu? Hvað er það í kjötsúpunni sem að gera hann svona góða? Hvað heldur þú, Páll? Já, ég veit það, við erum að tala við áhorfendur. Grunnurinn, ef þú ert með grunninn og með gott hráefni og notar, þetta er svo einfalt, þetta er bara salt og pípar. Það er pípar aðeins í þessu. Það er það sem gerir að... Smábragð? Já, smábragð. Og svo bara soðið að kjötinu, við notum soðið að kjötinu. Og þetta er bara sama eins og ég segi, sama uppskriftin árið á. Þetta er engin lykill, þú gerir þetta eins og vandar þig og gerir þetta... Já, þú ert að vanda þig. Vanda þig. Hvað, segðu mér, áttu einhverja magna tölur? Hér eru einhverju þúsundir manna. Já, ég var einmitt ég var að tala Edda á hann, í dag. Matreiðslumanni þinn? Matreiðslumanni minn. Einn af matreiðslumönnunum? Einn af matreiðslumönnunum og hann, sá sem ræður, og hann sagði mér að hann núna er búinn að taka 12.500 mata í dag. 12.500 matar og deilir í þetta með 4
Sko þetta eru svona 3000 lítrar. Og ertu með græjur til að elda þetta allt saman? Já, við erum með góða græjur. Mjög góða græjur, eldhúsið er fullkomið, það þarf ekki að vera betra og það er svo hreint og fínt og ég bara segi við fólk að þú ert leið framhjá, endilega kíktu við. Og þú ert að gera hérna, þú ert með fyrirtæki skólamat, þú ert að búa til skólamat fyrir skólabörnin okkar, já ekki bara á Suðurnesjum sem heldur líka á höfuðborgarsvæðinu, Hafnarfirði og víðar. Hvað elska þau kjötsúpuna? Fá þau kjötsúpu? Já, þau eru að koma til mig núna krakkandi hérna í Reykjanesbæ og þau eru að segja að þetta er annað sinn sem ég fæ mér og ég er búinn að fá 4 dalla, ég fekk 2 í dag og 2 núna. Ég meina þetta er bara svona. Vistu það, og þetta er svo mikill léttir fyrir foreldrana. Okkur hefur gengið vel, af starfsfólki mínu, hefur gengið vel að elda og koma þessu góðu skipulagi á réttum tíma í skólana og börnin er að nærast. Þetta er mjög mikið atriði og ég segi það enn og aftur, góður matur dregur einelti og bætir námsárangur. Við erum inn á Ljósanótt og það eru heimatónleikar sem er svona nýlegur viðburður á hátíðinni og við erum hérna í rocksafni Rúnars Júlíussonar, geimsteini eins og var alltaf kallað. Guðný Kristjánsdóttir, þú ert eina af þeim sem skiptir þér að þessum heimatónleikum. Þetta vakið mikla lukku. Alveg æðislegt. Við byrjum sem sagt, þetta er 3. sinn sem við höldum svona heimatónleika og við vorum að bæta við 2 húsum núna, þannig að við erum með 6 hús hér í gamla bænum og svo hér á skólaveginum og með 8 bönd samt og það bara skemmst úr því að segja að miðarnir 400 seldust upp á 2 klukkutímum. Þannig að á næsta ári þá ætlum við að fjölga húsunum og fleiri grúpur. Hvað er það svona við þetta sem hefur verið svona vinsælt? Ég held þetta sé svolítið hljómsveitirnar fyrst og fremst. Þetta eru náttúrulega bara, og við erum með svo breiða tónlistamenn. Það finna allir eitthvað við sitt hæfi. Svo er þetta bara stemmingin að rölda á milli húsa. Svo held ég líka fólk sem forvitið að sjá hvernig er inni hjá fólki hér í bænum sem er að halda tónleikana. Við erum líka heyrt það. Þannig að ég held, já það er bara svo margt. Þetta er orðið bara svona einn af skemmtilegri viðburðum á Ljósanótt. Þetta er nú svona aðeins kannski öðruvísi á ykkur. Þið eru hérna með rocksafni og þið eru að spila þar en á þessum heimilum og annar staðar á nokkurnum stöðum þá er það hreinlega bara inni í stofu. Já, til dæmis hjá sóknarprestinum okkar Nerlu. Þar er Bjartmar bara að spila inn í stofu hjá henni og fólk situr að mér skilst inn á klósetti og út allt til að komast inn og hlusta. Við erum heppin hér, við myndum flotta plan og náttúrulega Rockheim Rúnars sem er dansandi glaður á heimnum núna yfir þessari uppákomu. Og svo erum við með palla á bakvið þannig að fólk getur veðið út allt. Hér geta verið alveg 100 manns í einu, þannig að við erum mjög heppin og náttúrulega með alla græjur á staðnum og flotta tónlistamenn. Gekkið það. Og einn af þeim er presturinn Guðmundur Karl Brynjarsson, gamall Keflvíkingur og er að spila hérna pop með jazzi og er að rifja upp gamla takta. Gummi, þið byrjuðu í þessu fjöri fyrir 30 árum síðan. Já. Og já, það er mjög gaman að hitta alla þessa stráka. Þetta er búið að vera draumi líkast þessi vika að rifja upp gamla tíma og æfa og svoleiðis og við erum bara hérna til að hafa gaman. Ég var að skoða viðtal við ykkur í Víkurunum, auðvitað, ég les það svo sem en mér finnst svo skemmtilegt að sjá að þið hétuð upphaflega hljómsveitin Trassarnir. Já, þeir. Já, svo kom ég inn í eftir að þið hétu Ofurinn, sko. Já, það voru Trassarnir, þeir voru þarna úr Holtaskóla, já. En þetta er svona svolítið skemmtilegt þetta. Það er verið að, hér eru sem sagt 2 keflvísk bönd, Bítlabæjarbönd að koma eftir tæpa 3 áratugi sem sagt. Svolítið langt síðan þau komu fram síðast. Það er svolítið stemming í þessu. Þetta er alveg óbærslega gaman sko. Við erum náttúrulega, við erum svolítið svona frekar neðanjarðar, við erum ekki þekktir sko. En við allavega þekkjum okkur sjálfur, eða teljum það. Og hvað, eru þið búin að vera að æfa? Já. Það þýðir ekkert annað. Menn að koma frá útlöndum? Já, Magnús Einarsson kominn allavega frá Bandaríkjunum og svo Þröstur Jóhannesson frá Ísafirði. Það er, þannig að... Og þú býrð í Kópavogi? Já. Keflvíkingar út allt, en hvernig músík er þetta segirðu? Hvað er það að fara að spila? Já, þetta er bara, við gáum út plötu á sinni tíma sem við tókum upp demo hérna í geimsteini á sinni tíma og sem sagt, við erum að flytja svolítið efni bara af þeirri plötu. Þetta er, svolítið bara poppað jazz eitthvað sko.
Segðu okkur aðeins frá hljómsveitinni, hvers slags músík þetta sem þið að spila? Við erum svona smá í anda trúbrot, ef við segja satt, en með Livin, þetta parðar nema við erum fjallum sjálfið og allt sem því fylgir. Og þetta heimamenn? Við erum alltaf heimamenn. Við erum í Grindavík, við erum í Njarðvík, við erum í Keflavík og smá Votta-Garðabæi en já, allt heimamenn. Hvað, þið að spila mikið? Gefa út eitthvað? Við spilum ekki mikið, en við erum alltaf að semja, við erum tjóðlega því og við ætlum að gefa út plötu núna í september og það verður mjög góð plata. Seint metin, ég trúi það, en hún er mjög góð plata. Hér erum við með Jóhann Smára. Hann hvað ertu, tónlistarstjóri eða kórstjóri? Kórstjóri, ég er kórstjóri hérna hjá Söngsveitinni Víkingarnir. Við ætlum að taka svona hálftíma prógram, svo hlaupum við yfir á Paddís og syngjum þar 20 mínúna prógram og svo hleyp ég tilbaka og er með kallakórinn í hálftíma og svo syng ég sjálfur hálftíma klukkan 5. Alvöru prógram hjá þér? Þetta er sko álfuru hérna á Ljósanótt sko. Þetta er ósala skemmtilegt. Þetta er algjört ævintýri sko og þessi stemming í bænum og við vorum niður í bæ í gær með krakkana og þau eru alveg frík út yfir þessu hvað er gaman sko. Og fyrir okkur listafólki, þetta er tækifæri fyrir okkur að sýna okkur og... Er þetta ekki án efa eitt stæðsti svona vettvangur fyrir menningar, fulltrúa í menningu eða list og tónlist bara á Suðurnesjum, á árinu? Jó, ég held það. Þetta er svona, við getum alltaf reiknað með að komi fullt af fólki og hlusti og þú veist, þetta er svo misjamt eftir hópunum hvernig þetta er og hér þá labba fólk í gegn og fólk sem að jafnvel kemur ekki á tónleikana kemur og heyrir og fær áhuga þannig að þetta er einn besta kynning sem við getum fengið sko. Það er að jákvæða við þetta virkilega? Það er að jákvæða við þetta sko. En hvaða kallar eru þetta hérna hjá þér? Þetta eru flotti kallar sko. Þetta eru flotti kallar? Já, þetta er vinahópur í Sandgerði og Garði sem að stofnaði þetta og svo er þetta orðið nú líka úr Keflavík og svona og þetta er svona skemmtilegur hópur af því að við æfum ekki bara að syngja tónleika heldur, það eru bjóræfingar, það er farið í útilögur. Við fórum til Danmerkur og Svíþjóð í sumar sem var algjört ævintýri og þetta er bara gleði sko. Lofið syngjum landsins konum, lofið syngjum landsins konum, lofið syngjum landsins konum, ljúa svala þær okkar vonum, losta fullar laglegar, lundgóðar og ákveðnar. Lofið syngjum landsins konum, lofið syngjum landsins konum, lofið syngjum landsins konum, ljúa svala þær okkar vonum, losta fullar laglegar, lundgóðar og ákveðnar. Lifi sú, lifi mamma, lifi amma, lifi einnig tengda mamma, okkur var í eina tíð. Elsku mamma, lifi, lifi, elsku mamma, lifi, lifi, lifi allar ungar meyjar eins og blómstrandi Suðureyjar, ungum drengjum ætlaðar, yndislega skapaðar. Lamb, naut, svín og sósurnar með því. Netto, þar sem grillveislan byrjar. Ég er hérna í hljómahöllinni og með hverju haldið að ég sé með? Jú, þetta er Eftir Hermann og orginali. Og hvor er hvað? Þetta er nú erfið spurning og margir af hún röglast að þessu. En svona var þetta nú til að þegar ég var í pólitík og þurfti að hringja í menn. Þá voru menn alltaf mjög á varðbergi
og loksins spurðu þeir að mikilli hófærð hvor þetta, eftir Hermann eða orginalinn. Þannig að Jóhannes hafði leikið mig og þannig fór hann auðvitað með Stengrím Hermannsson hér og Ólaf Ragnar Grímsson og fleiri. Hann lék okkur grátt. Jói, var ekki Guðni bara drullu auðveldur? Jú, hann bara kom á skömmum tíma og hann var drullu auðveldur. Físléttur. Guðni, Jói sem var hérna í Keflavík í skóla, í fjölbrautaskólanum, það muna margir Suðurnesjamenn eftir honum og hans fíblagangi hérna og skemmtilegheitum. Nú þegar þú varst einn af hans svona fórnarlömbum og árangurinn því meðal annars eitthvað sýning núna sem þið eru með, varst aldrei fúll út í hann? Nei, þetta var sko gríðarlegur fögnuður fyrir mig og ég var öfundaður af hinum stjórnmálamönnunum. Því ég var ekki orðinn ráðherra og ekki orðinn þjóðþekktur þegar hann réðist að mér og gerði mig í rauninni þjóðfrægan og stjórnmálamenn minns tíma voru þannig, ef að Sigmund ekki teiknaði þá, þeir kem ekki í Spaugstofuna og Jóhannes ekki hendir eftir þeim, þá bara duttu þeir út af þingi. Þannig að þetta var bara bergráð. Jó, heldur þú að hafi hjálpað honum að hanga lengur á Alþingi? Ég hugsa það, náttúrulega sennilega bjarga hann frá því að fólk held að hann væri svona leiðilegur. Þannig að hann mátti hann hlæja að honum og má enn og er mjög, svona sterkur karakter og með sérstakar rödd sem heyrist við það. Manstu eftir svona fyrstu eftir hermunni hann? Svona með þeim fyrstu? Nei, man það nú ekki. Víst manstu það. Fjallræðan sjálf. Ja, fjallræðan, já, það var fjallræðan. Ég man eftir henni. Svo heyrði ég annan bróður minn herm eftir honum undan mér og ég fattaði hann þá svolítið vel. Og síðan er bara ekki tætt. Hann bara fyllt mér og hann passar að endurnýja sig alltaf, sko. Hann gerir alltaf eitthvað af sig sem hægt eða ljú upp á hann bara. Það er allt í lagi. Gerir ekki til. Guðni, hvað kemur síðan til að nú verði að fara þannig að vinna saman? Þú er löngu hættur á Alþingi í áratug, ert ennþá þjóðþekktur og meðal annars með hjálp Jóhannesar. Jóhannes nú haldið mér við, sko, flestir stjórnmálamenn eiga nú vera gleymdir þegar svona langt síðan þeirra hættu eins og ég. En það var lengi skorað á okkur, í mörg ári menn búin að vera að skora á okkur í sitt hvoru lagi, komið þið fram saman, strákar, farið bara landið og haldið í samkomur, hann hermir eftir og þú segir sögur, þjóðfrægu fólki. Svo allt í einu bara datt þetta af himnum ofan og við fórum af stað í apríl í fyrra. Héldum 18 sýningar fyrir troðfullu húsi, stendur í 2 tíma með hléum og það er mikið hlegið. Eiginlega ótrúlega mikið hlegið, Jóhannes. Já, það er ekki skrítið að fólki hlæja þér, en það er skrítnara kannski að hlæja mér, en já, maður fer vítt völlin og þetta er svona kallað sagnakvöld, þetta er fyrir 10.000 ára aftur í tíman, þegar það hefur verið að lýsa því hvernig Guðni var til. David Attenborough kemur með skýringu á því, sem við sjáum bara á sjóinu, eða hvað þetta er kallað, og ég hætti svona héðan og þaðan og alveg til nútímans og lífinu sjálfur bara í salnum eða hvað sem við séum eitthvað Pálið einhvern, þá læti hann vaða á hann eða eitthvað svona, Guðni fer kannski meira streit svona í eitthvað, en já, ég fer svona víða völl líka og svo hermi ég eftir og svo framvegis. Komdu með smá dæmi, ég vil fá einhverja eftirhermur meðal annars Guðna og eitthvað smá dæmi. Dæmi, það eru mörg dæmin. Að því nú stattur hérna á Suðurnesjum þá langar mig bara vinur minn sem nú er látin, Jón Böðvarsson, Kant Mag. Hann sagði nú einu sinni við mig að já, Jóhannes minn, ef þú hermur eftir mér þá vísa ég umsögulaust til skóla. Já, og ferðast með Guðna, það getur verið kyndugt þegar maður stoppar eitthvað staðar, keyra bara Hornafjörð vestur og þá stoppum við kannski í sjopp á leiðinni. Þá var Guðna að tala við krakka, 7 ára krakka, hvað segir þú, hver er þú? Ég heiti Bjarni. Já, hver og þig? Hver er pappið þinn? Hann heiti Björn Þorláksson, segir 7 ára krakkin. Já, ég þekki afa þinn. Það var mikill kappi. Og svona eyðir hann tíma og ég að toga síðan. Ég þarf alltaf að drífa hann áfram, sko. Þá er hann að kjafta við 7 ára krakka. Þetta er nú ekkert algengt með fólk, held ég. Þetta er svolítið gaman að þessu. Svo gamla kellingar sem faðma hann og kissa. Og allt þetta er þessu. Fólk eru eiginlega ekkert illa við hann. Það er merkilegt alveg. Þið eru alveg lettilega bara líkir og svo getur hann hent eftir, getur þetta ekki orðið vandræðalegt? Jú, þetta var bara mjög hættulegt á tímabili. Ég get sagt þér það í trúnaði, sko, þegar ég var ráðherra,
og mér sé erlendir ráðherrar sem heimsóttu mig þeir öfunduðu mig að því að eiga svona nákvæmlega inntaka sjálfum mér því að ég hefði getað sent Jóhannes á heilu samkomunnar, hann geta haldið mínar ræður og oftu drakk hann viski á börum bara út á mig. Og þið verðið með 2 sýningar hérna á Suðurnesjum í Hljómahöllinni þar sem við erum staddir núna. Þú ert í bílabæringunni. Já, dáði bílanna og þetta var náttúrulega bítlarnir og hljómarnir þegar þeir komu fram. Ég var kornungur maður og það var dásamlegu tími. Ég man eftir Rúnari Júl og öllum þessu strákum. Hvað þeir voru töfrandi og stelpurnar voru hrifnar af þeim og litu ekki við mér á þessum árum. En við verðum hérna í Stapanum, sjálfum Stapanum á 5. 14. Kvöldið og svo förum við á réttardaginn í Grindavík í Salthúsið. Þannig að þá verður nú fjör þegar réttirnar eru búin hjá Grindvíkingunum. Ætli eitthvað hjálpa til í réttunum? Ég vonandi kemst ég í réttina til að draga ærnar og hérna koma dilk í lömbunum. Já, helst. Ég ætla að stefna á það. Ég verð að vísa í öðrum réttum, það eru skeiðaréttir, mínar réttir frá æsku. Kem svo bara kvöldið til að skemmta þeim. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. 2 ný hringtorg á Reykjanesbraut ofan Reykjanesbæjar eiga eftir að bæta umferðaröryggi til muna. Stopphópurinn baráttuhópur fyrir umferðaröryggi á Reykjanesbraut. Þar á bæ fagnar fólk því að hringtorgi við Aðalgötu hafi verið opnað og að framkvæmdum við bæði hringtorgin ofan Reykjanesbæjar ljúki á næstu dögum. Ísak, það stór áfangi í dag. Það er ánægjulegt að sjá að hringtorgið hérna á Aðalgötu sé að komast í gagnið eftir ótrúlega langa baráttu og samstöðu íbúana hér með þeim sem að ráða, þingmönnum og bæjarfulltrúum. Ef þetta bjargar bara einu mannslífi þá mun þetta margfalt borga sig. Hver eru svo næstu skref? Næstu skref eru þau að fá stjórnvöld til að flýta hönnunarferli á tvöföldum Reykjanesbrautar frá Fitjum upp á flugstöð. Það er ráðgert að hefja framkvæmdir 2019 og það hefst þá með margra mánaða hönnunarvinnu. Þannig að við viljum að farið verði strax í það að hanna þannig að það sé klárt að byrja strax að moka þegar að við fáum góð frá stjórnvöldum. Þannig að nú það okkar að pressa á yfirvöld að gera allt sem þeirra valdi stendur til þess að flýta hönnunarferlinu. Þannig að stopphópurinn heldur áfram þó að þessi áfangi sé komin í gegn. Algjörlega, þetta er gleðilegu dagur fyrir okkur að hringtorgið sé komið í gagnið, en þetta er bara milestone. Við erum ekki búin að afreka það sem við ætluðum okkur að tvöföldun Reykjanesbrautar frá flugstöð og inn í Hafnarfjörð verða veruleika. Þetta kannski gefur okkur smá svigrúm, eykur umferðaröryggi og bjargar kannski einhverjum mannslífum vonandi, það er ætlunin. En takmarkið okkar er að flýta tvöföldun Reykjanesbrautar og koma því í gagnið. Við náttúrulega höfum séð það hérna núna þegar þessar þrengingar hafa komið út af þessum framkvæmdum hvaða í rauninu orðið nauðsynlegt að tvöfalda þetta. Algjörlega, ég meina allir ferðamennirnir, nánast 98% keyrum þennan veg. Það gríðarlega hátt hlutfall ferðamanna sem að leigja sér bílaleigubíl, þannig að umferðarþungin gríðarlegur og svo ég segi það enn og aftur að flest okkar sem að vinnum í flugstöðinni, búum í Keflavík eða í öðrum hverfum eða öðrum sveitarfélögum og þurfum að fara annan veg til og frá vinnu og við ætlumst til þess að umferðaröryggi ferðamannana okkar, gestana okkar sé öruggt en ekki síst okkar sem að búum hér á þessu svæði og vinnum í flugstöðinni. Nú búið að opna hérna fyrsta hringtorgið en þetta ekkert endurinn. Nei, þetta bara rétt bráðabirgða aðgerð. Og ég held að þetta sé mjög ódýr bráðabirgða aðgerð með öryggið sem hún felst í henni. En þetta má alls ekki vera til þess að hægja á tvöföldun Reykjanesbrautarinnar og við verðum að halda áfram og full í því verkefni að klára tvöföldunin alla leið. Reykjanesbrautarhópurinn hann þrýstir á ykkur þingmenn svæðisins að koma með fjármagn í frekari framkvæmdir. Hann gerir það og búinn að standa sig vel og mikla þakkir skilið og við bara þingmennirnir þurfum allan þennan stuðning
til þess að taka þátt í þessari baráttu sem fjármagn skattgreiðenda til þess að í svona mikilvæg uppbyggingu. En ég held að sé allir sammála okkur það allt land að þetta sé lífsnauðsynleg framkvæmd og með fjármunir sem þetta kostar að þá þeir litli með það öryggi og það samfélagslega ávinning sem hefst á svona framkvæmdum. Trúir því að það verði hægt að hraða þessu máli enn frekar? Ég ætla mér að láta þetta ganga enn hraða fyrir. Það ekki hægt að búa við þetta ástanda lengur. Víkurfréttir eru fjölmiðill í orðsins fyllstu merkingu. Við erum að gefa út blað og höfum gert það í tæp 35 ár sem kemur hér út vikulega á Suðurnesjum. En þið getið líka séð það á vefnum, alveg mjög skemmtilegt. En við erum líka að skrifa fréttir alla daga á vaff.is sem víkurfréttavefurinn og svo erum við í golfi á kylfingur.is. En endilega kíkið á blað vikuna, það mjög margt í boði og enda margt að gerast hér á Suðurnesjum. Við biðjum ykkur að láta okkur vita af skemmtilegum viðburðum sem eiga heima í miðlum Víkurfrétta. En við þökkum fyrir að sinni. Í næstu viku munum við sýna ykkur meira frá Ljósanótt. Það var gríðarlega öflug dagskrá á Ljósanótt í Reykjanesbæ og við komum ekki allir fyrir í einum þætti. En við segjum þetta gott í bili, sjáumst að viku liðinni. Verið sæl.